Heilsa ykkur í Jesú nafni. Nú síðast þegar ég var hérna hjá okkur, þá var ég að tala að án hans, það Jesú, var ekkert sem til er. Og það að allt var til fyrir hann, hvort sem það sýnilegt eða ekki. Guð skapaði allt þetta og ætlast til þess að allt sköpunarverki lúti þeim lögmálum sem hann hefur gefið. Það eru náttúrulögmál sem efnisheimurinn þarf að fara eftir og á sama hátt eru andleg lögmál, siðferðislögmál. Og á sama hátt að það glundroði í alheiminum ef ekki væri lögmál sem ráða efnisheiminum. Þannig líka glundroði ef ekki farið eftir siðferðislögmálinu. Það ekki vegna þess að Guð vilji refsa okkur. Það vegna þess að þannig virkar bara sköpunarverk Guðs. Án lögmáls glundroði. Og sérhvert samfélag, hver þjóð hefur lög sem verður að virða, annars fer allt í óefni. Hversu miklu fremur alheimur Guðs. Það verða að vera lög sem farið eftir til að allt geti þrifist með eðlilegum hætti. Lögmálið hins vegar frelsar ekki neitt, ekki sjálft lögmálið. Páll tekur af allan vafa með það í Galatabréfinu 2:16 þar sem hann segir: En við vitum að maður réttlætist ekki af lögmálsverkum, heldur fyrir trú á Jesú Krist, og við tókum trú á Krist Jesú til þess að við réttlætumst að trú á Krist, en ekki af lögmálsverkum. En það réttlætist engin lifandi maður af lögmálsverkum. Því að köld lögmálstrú getur aldrei leitt sálir til Krists. Því hún kærleikslaus, kristlaus trú. Það sjálfsblekking að halda að trúalegar athafnir eða trúrækni geti gert okkur réttlátt frammi fyrir Guði. Verk munu ekki kaupa okkur aðgang að himninum. En eina mikla fórn sem hefur verið færð nóg fyrir alla sem vilja trúa. Kærleikur Krists mun lífga þann sem trúir til nýs lífs. Guð himneskur faðir þinn og hann fús til að þola þjáningar og veikleika þína og fyrirgefa og lækna. Og við lesum í Jóhannes 17:3 að þetta hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð, og Jesú Krist sem þú sendir. Og með því að líta á Krist munt þú breytast þar til þú hatar fyrra dramb þitt, fyrir hégóma þinn og sjálfsálit, sjálfsréttlæti þitt og vantrú. Þú munt varpa þessum syndum til hliðar sem verðlausri byrði og ganga í auðmýkt og hóvarð og trausti frammi fyrir Guði. Og þú munt iðka kærleika, þolinmæði, mildi, gæsku og miskun og alla náð sem býr innra með þér og munt að lokum finna stað meðal hinna heilugu. Páll tekur enn sterka til orða í Galatabréfinu 3:10 og 11 þar sem hann segir: En bölvun hvílir á öllum þeim sem byggja á lögmálsverkum, því að ritað bölvaður sá sem ekki heldur fast við allt það sem í lögmálsbókinni ritað og breytir eftir því. En það augljóst að fyrir Guði réttlætist enginn með lögmáli, því að hinn réttláti mun lifa fyrir trú. En hvað trú? Trú það þegar við tökum við boðskapnum sem Kristur færir okkur. Því að lofar Guðs öll gefin með skilyrðum. Ef við gerum vilja hans, ef við göngum í sannleikanum, þá megum við biðja það sem við viljum og það mun veitast okkur. Á sama tíma og við leitumst við að vera hlýðin, mun Guð heyra bænir okkar, en hann mun ekki blessa okkur í óhlýðni. Ef við veljum að ólína spóðorðum hans, megum við hrópa trú, trú, hafðu aðeins trú. Og svarið kemur frá öruggu orði Guðs að trú án verka dauð. Slík trú verður aðeins hljómandi málmur og hvellandi bjalla. Til að njóta góðs að náð Guðs verðum við að sinna okkar hlutverki. Við verðum að vinna trúfarslega að því
að bera ávöxt sem samboðinn iðruninni. Ég naut ekki góðs að viðvörunum foreldra minna fyrr en ég fór að taka mark á þeim og hætti að hlaupa fram á eldhúsborðinu. Blessanir og bölvanir koma með hlýðni. Bölvanir eins og gat á höfuðið komu með óhlýðni. Og við þurfum að trúa því að lögmál Guðs okkur til góðs. Það eru sjálfkrafa blessanir af að fara eftir því og bölvanir að fara gegn því. Ekki vegna þess að Guð vilji refsa okkur, heldur vegna þess að þannig virkar sköpunarverkið. Við getum ekki þrifist í fullkomnum heimi ef við viljum ekki virða lögmál Guðs. Því á sama hátt og tunglið getur ekki snúist jörðu nema það lúti lögmálum eðlisfræðinnar. Þannig getum við ekki þrifist í fullkomnum heimi innan verur sem aldrei hafa fallið í synd, nema við lærum að virða siðferðislögmálið. Við erum svo gjörn á að líta á þetta þannig að það snúist allt bara okkur sjálf. Hvað varðar öðrum það hvort ég fer eftir því sem Guð segir eða ekki? Er það ekki mitt mál? Nei, það er ekki bara þitt mál. Því að þín hegðun hefur áhrif á alla aðra. Okkur er ekki stætt á að búa í fullkomnum heimi innan aðrar fullkomnar verur, nema við séum tilbúin til að virða lögmál Guðs. Og þess vegna var það sem að Satan var varpað út af himnum, eins og við lesum í Jesaja 14, 12-14. Hversu ertu hröpuð af himni, þú árborna morgunstjarna, og hversu ertu að velli lagður undir okkar í þjóðana, þú sem sagður í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðanna vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Já, til heljar var þér niðurvarpað í neðstu fylsni grafarinnar. Hann hafði alið með sér stolt og öfund og sjálfsupphafningu, allt sem í andstöðu við eðli Guðs og lögmál hans. Og þess vegna var honum ekki lengur stætt á að dvelja á meðal þeirra sem vilja virða lögmál Guðs og honum var varpað út. Ef honum var varpað út fyrir það að virða að engu lögmál Guðs, hvers vegna höldum við að við fáum eitthvað frekar að dvelja þar, nema við virðum lögmálið. Honum var varpað út ásamt þriðjungi af englunum sem hefðu gengið til liðs við hann. Þeir hefðu gert hann að höfðingja lífsins í stað Guðs. Hvernig? Nú með því að virða að vettu í lögmál Guðs. Þess vegna lesum við texta eins og þessa í Mattheus 12:50. Hver sem gjörir vilja föður minn sem á himnum, sá bróðir minn, systir og móðir. Og Jóhannes 14:15. Ef þér elskið mig, munið þér halda boðorð mín. Og svo í 14:21. Sá sem hefur boðorð mín og heldur þau, hann sá sem elskar mig. En sá sem elskar mig mun elskaður verða föður mínum, og ég mun elska hann og birta honum sjálfa mig. Einnig í 15:14 í Jóhannesar Guðspjalli. Þér eru vinir mínir ef þið gjörið það sem ég býð yður. Og þarna lokum í fyrsta Jóhannesarbréfi 5:3. Því að í þessu birtist elskandi Guðs að við höldum hans boðorð og boðorð hans eru ekki þung. Þú getur ekki sagt að þú elskir Guð nema þú virðir lögmálið sem hann hefur sett. Það með því að virða lögmálið sem þú skipa þér í lið. Er Kristur höfðingi lífsins? Farðu þá eftir því sem hann segir. Og ef ekki, þá Satan höfðingi lífsins. Þú hlýtur sömu örlög og sá höfðingi sem þú velur þér. Viltu gera Satana höfðingja lífsins og hljóta sömu örlög og hann mun hljóta? Eða viltu gera Jesús að höfðingja lífsins og öðlast eilíft líf með honum? Út af þetta snýst baráttan. Hverjum viljum við vera með í liði?
Satan hatar lögmál Guðs og ofsækir alla þá sem ganga til liðs við Krist. Það hefur verið raunin í gegnum árþúsund. Allt frá upphafi hafa þeir sem vilja fylgja Guði að máli, þeir hafa verið ofsóttir, ekki síst Jesús sjálfur, og Satan reyndi að taka hann að lífi strax eftir fæðingu. Ítrekað var reynt að þagga niður í honum, og þar sem þeir komu þannig fram við Jesú, þá einnig komið þannig fram við alla þá sem fylgja honum. Eða eins og Kristus sagði sjálfur í Jóhannes 15:20. Minnist orðana sem ég segi við yður, þjónn er ekki meiri en herra hans, hafið þeir ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. Það er ekki bara Kristur sem þurfti að líða fyrir þennan sannleika, þó það hafi verið hápunktur alls. Það hefur verið raunin allt frá því að Kaín drap Abel og mun verða fram á síðasta dag. Þessi sannleikur vekur upp andúð þeirra sem hata hann. Þeir sem halda því fram að okkur bera virða lög Guðs eru hafðir að háði og spotti og útrópaðir sem ofstækismenn. Samt var það Kristur sem sagði, ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Hver er þá hvatningin til að fara eftir lögmáli Guðs? Er það bara til að öðlast blessanir og forðast bölvanir? Eða er eitthvað annað sem ætti að vera drifkrafturinn? Hver var drifkraftur allra þeirra þúsunda sem hafa frekar kosið ofsóknir, misþyrmingar og dauða, frekar en að bregðast drottni sínum í gegnum árþúsund? Hvers vegna ætti nokkur að tapa lífi sínu fyrir það að hafa í heiðri lögmál sem frelsar engan? En samt hafa þúsundir frekar kosið ofsóknir og dauða, frekar en að játast öðrum guðum, beygja sig fyrir skurgoðum eða nokkru öðru sem er gagnstætt vilja Guðs. Það er vegna þess að endurlausnar áætlunin hefur víðtækari og dýpri markmið en einungis hjálpræði mannkynsins. Það er ekki aðeins til þess að íbúar þessa litla heims geti litið á lögmál Guðs eins og okkur ber að gera, heldur var hún til að réttlæta eðli Guðs fyrir alheiminum. Þetta leit frelsarinn fram til þegar hann sagði rétt fyrir krossfestinguna sína, nú gengur dómur yfir þennan heim, nú skal höfðingi þessa heims útkastað og þegar ég verð hafinu frá jörðu mun ég draga alla til mín. Kristur sem dó fyrir hjálpræði mannsins myndi réttlæta Guð og son hans í samskiptum þeirra við uppreist Satans, staðfesta lögmál Guðs og opinbera eðli og afleiðingar syndarinnar. Satan er stöðugt að verki við að rangfæra persónuleika og stjórn Guðs og halda íbúum heimsins undir blekkingum sínum. Guð hann sér endirinn frá upphafi. Áætlanir hans voru víðtækar og alhliða, ekki aðeins til að bæla niður uppreisnina, heldur til að sýna öllum alheiminum að eðli hennar og réttlæta að fullu visku sína og réttlæti í samskiptum sínum við illskuna. Með því að Guð bregst við uppreisninni verður afhjúpað að fullu það verk sem lengi hefur verið unnið undir dulúð. Ávöxturinn af því að leggja til hliðar lögmál Guðs verður birt öllum sköpuðum verum. Lögmál Guðs mun standa að fullu réttlætt. Satan sjálfur mun að lokum játa réttláta stjórn Guðs og réttlæti lögmálsins. Þetta er það sem þúsundir hafa fúslega dáið fyrir, ekki til að réttlæta sjálfan sig, heldur til að standa með Kristi, ekki til að kaupa sér inn í himnaríki, heldur til að vera með Guði í þessari baráttu sem hann á við Satan. Rétt fyrir framan okkur er loka barátta hennar miklu deilu þegar Satan með miklum krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar ranglætis vélum mun vinna að því að rangfæra
persónuleika Guðs, til að leiða afvega jafnvel hennar útvöldu ef orðið gæti. Ef einhvern tímann hefur verið þörf á að taka við ljósi og visku frá himni, þá það nú á þessum lokatímum, svo við getum orðið tryggir vörslumenn heilags lögmáls Guðs og til að réttlæta persónuleika hans fyrir alheiminu. Þeir sem hafa verið falið svo heilagt traust verða að hafa skýran skilning á því hvað þessi barátta raunverulega snýst. Baráttan snýst ekki að ávinna sér réttlæti, heldur að starfa með Guði í að sýna fram á að lögmálið heilagt og boðarinn heilug, réttlát og góð. Kristur sagði í Jóhannes 15:13: Enginn á meiri kærleika en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Það það sem Kristur gerði fyrir okkur. Það sama hafa þúsundir gert fyrir Krist, ekki til að ávinna sér neitt réttlæti, heldur vegna djúpstæðs kærleika sem þeir báru til Krists og sannleikans sem hann færði þeim. Allt það gert til að færa Guði dýrð, því að sannleikurinn fórnarinnar virði. Og hvernig leggjum við líf okkar í sölurnar fyrir vin okkar og frelsara Jesú Krist? Það felst ekki endilega í að deyja píslarvottadauða. Við gerum það þegar við einsetjum okkur að standa með hans málstað, ekki til að ávinna okkur neitt, heldur vegna þess að við elskum hann, vegna þess að við viljum taka þátt í að hreinsa nafn Guðs af þeim ásökunum sem Satan hefur borið á hann, að Guð sé ósanngjarn, að lögmál hans sé ekki réttlátt. Guð þarf að hreinsa sig af þessum ásökunum Satans. Hann gerir það með því að gefa Satan tíma til að sýna sitt rétta eðli. Þess vegna fær illskan að viðgangast til að sýna fram á að lögmál Guðs réttlátt og gott, en uppreisn Satans leiðir aðeins til ringulreiðar. Við sem erum fólk Guðs tökum þátt í þessari baráttu, meðal annars með því að sýna fram á að lögmál Guðs réttlátt og gott og að það sé hægt að fara eftir því. Þegar það hefur verið sýnt fram á það, þannig að enginn þurfa að veltast í vafa það alla eilífð, þá mun Kristur koma aftur og binda enda á alla illskuna í þessum heimi. Það eru enn eftir ákveðnir atburðir sem þurfa að gerast áður en það verður. Atburður eins og við lesum í Opinberunarbókinni 7:2, þar sem segir: Og ég sá annan engil stíga upp í austri, hann hélt á innsigli lifanda Guðs og hrópaði hárri röddu til englana 4 sem gefið var vald til að granda jörðinu og hafinu og sagði: Vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinu trjánum, þar til við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðs vors. Guð mun áður en hann kemur aftur hafa fólk sem innsiglað. Og það ekki neitt innsigli eða merki sem sést, heldur það að vera staðfastur í sannleikanum, bæði vitsmunalega og andlega, svo að ekkert fær bugað okkur. Leið og fólk Guðs innsiglað, mun þrengingatíminn koma, því að þá lýkur náðatímanum og þá verður sú þrenging sem enginn hefur þvílík verið frá upphafi sköpunar. Aðeins þeir sem tilenga sér lindisengun og persónuleika Krists munu fá þetta innsigli. Þeir verða verndaðir á erfiðleika tímunum, þeir sem endurspegla mynd Jesú að fullu. Kærleikur birtist í hlýðni og fullkominn kærleikur rekur burt allan ótta. Þeir sem elska Guð hafa innsigli Guðs á enni sér og vinna verk Guðs. Erum við að keppast eftir því af öllum kröftum með Guðs hjálp að ná vaxtartakmarki Guðs Kristsfyllingar? Erum við að leitast eftir fyllingu hans, að sífellt ná herra og herra, að reyna að ná fullkomnum persónuleika hans? Það verður ekki fyrr en þjónar Guðs ná þessu takmarki sem þeir verða innsiglaðar á enni sér. Þá erum við fullkomin í honum sem við erum sköpuð fyrir og endurleist.
Þegar því takmarki er náð, þegar fallnar verur ná vaxtar takmarki Krists fyllingar, þá hefur fyllilega verið sýnt fram á að lögmál Guðs er réttlát og gott og að ásakanir Satans eiga ekki við rök að styðjast. Aðeins þá er Guð óhætt að binda enda á alla illsku, því þá er það orðið tryggt að slík uppreisn mun aldrei endurtaka sig alla eilífð. Lexían af þessari uppreisn verður varðveitt fyrir alla skapaði verur til að skoða og til að átta sig á að aðeins með því að fylgja fullkomnu lögmáli Guðs er hægt að tryggja hamingju og frið í alheimi Guðs. Páll hvetur okkur í Filippibréfinu 2:5-11 og segir: Verið með sama hugafæri sem Jesú Kristur var. Hann var í Guðs mynd en hann fór ekki með það sem feng sín að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig og var hlýðinn allt til dauða, já dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafnið er æðra, til þess að fyrir nafnið Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur er drottinn. Okkur ber að hafa þetta sama hugafar og Jesús. Hann fórnaði öllu, ekki til að bjarga sjálfum sér, heldur til að gera vilja föðursins sem er á himnum, til að nafn Guðs verði hreinsað af ásökunum Satans. Í því felst innsigli Guðs, það að við tilengum okkur þetta hugafar. Í 14. versinu í Sálmi 103 lesum við: Því hann þekkir eðli vort, minnist þess að við erum mold. Og mig grunar að það sé einmitt áætlun Guðs að sýna fram á að hann getur fengið mold til að virða lögmál Guðs, lögmál sitt. Hversu miklu fremur fullkomnir englar? Þannig eru þeir án afsökunar. Uppreisn þeirra er án afsökunar þegar að Guð getur jafnvel látið mold fara eftir þessu lögmáli. Jóhannes segir í 1. bréfi sínu og 2. kafla versi 4-6: Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitir orð hans, í honum er sannarlega kærleikur til Guðs orðinn fullkominn. Og að því þekkjum við að við erum í honum. Þeir sem segjast vera stöðugur í honum, honum ber sjálfum að breyta eins og hann breyti. Við getum ekki sagt að við þekkjum hann eða elskum hann og á sama tíma virt að vettu í lögmálið sem hann dó til að varðveita. Við getum ekki sagt að við elskum Guð en á sama tíma verið í sama liði og Satan sem ásakar Guð og lögmál hans og virðir það að vettu í. Jóhannes hann fékk að líta fram í tíman til þess tíma þegar þessari deilu er endalega lokið og hann segir í Opinberunarbókinni 15:1-4: Og ég sá þá standa við glerhafið og halda á hörpum Guðs og þeir syngja söng Móse, Guðsþjóns og söng Lambsins. Hvaða söngur er það? Það er reynslussöngur. Aðeins þeir geta sungið það sem hafa barist góðu baráttunni við að réttlæta Guð frammi fyrir ásökunum Satans. Og þeir segja: mikil og dásamlega eru verk þín, drottinn Guð, þú alvaldi. Réttlátir og sannir eru vegir þínir, þú konungur aldanna. Hver skyldi ekki óttast, drottinn, og vex saman nafn þitt, því að þú einn ert heilagur. Allar þjóðir munu koma og tilbiðja frammi fyrir þér, því að réttlátir dómar þínir eru opinberir orðnir. Þeir eru orðnir opinberir. Sérhver spurning sannleika og villu í hinni langvarandi deilu hefur nú verið svarað. Afleiðingar uppreisnarinnar, ávextir þess að setja guðdómlega reglur til hliðar, hafa verið lagðar opnað fyrir sjónum allra skapaðra vera. Framkvæmd stjórnar Satans í andstöðu við stjórn Guðs
hefur verið kynnt öllum alheiminum. Verk Satans sjálfs hafa dæmt hann. Viska Guðs, réttlæti hans og gæska standaði fullu réttlætt. Það nú öllum ljóst að allar aðgerðir Guðs í hinni miklu deilu hafa verið framkvæmdar með eilífa velferð fólks hans í huga og til blessunar fyrir alla heima sem hann hefur skapað. Öll sköpun þín lofar þig, Drottinn, og dýrkendur þínir prísa þig. Sálmur 145:10. Saga syndarinnar mun standa alla eilífð til sem vitni það að hamingja allra vera sem Guð hefur skapað bundin lögmáli Guðs. Með alla staðreyndir hennar miklu deilu í huga lýsir allur alheimurinn einurómi, réttlátir og sannir vegir þínir, þú konungur aldanna. Amen.